All right. Here's the thing. Heyrst ekki neitt, jú, heyrst. Ok, þá erum við komin að balansera leitatrjám, rauð, svört tré, 2, 3 tré. Þetta verður kannski svona, já, kannski tæknilegasti fyrirlesturinn hingað til. Þetta getur tekið smá tíma að innbyrða þetta og þá náttúrulega gott að við erum upptökur að þessu og svo náttúrulega hægt að lesa við í bókinni og sjá aðrar fyrirlestur og þar fram til göttunum. Það ekki svo að þetta verði svo starffræðilegt, það er engin starffræði sem kemur við sögu, en það eru aðgerðirnar sem við erum að reyna að framkvæma á þessi tré, þarnast aldrei umhugsunar og skoðunar. Eitthvað áður en við byrjum? Ok, það sem við erum áhuga á er að sem sagt fá góð leitatré. Við viljum geta útfært simpultöflu þannig að allar aðgerðir séu skilvirkar, þess að séu taki bara langan tíma. Og við vitum að leitatrén, BST, eru mjög góð ef tréð er í jafnvægi, ef hæðin ekki of mikil, sem sagt ef það er balanserað. Hugmyndin hérna er svo, ok, vinnum með þessi tvíleitatré en bara tryggjum að þau séu alltaf balanserað. Og þá gerum við einhver aðgerðir sem þarf til þess að halda þeim í jafnvægi. Þannig að markmiðið hérna er að allar aðgerðir, bæði leitun, innsetning og eyðing séu takið logaritmískan tíma í versta falli. Þannig að það er svona ákveðin trygging á hegðuninni. Og þess vegna ætlum að skoða hérna eru svokölluð rauð-svört tré og sérstök útgáfa sem kallast left leaning red black tree. Þeir leita til vinstri. Þetta er nýleg útgáfa sem Sedgwick sjálfur hannaði fyrir nokkrum árum. Og þetta er ákveðin útfærsla af trjám sem kallast 2-3 tré og síðan sjáum við hagnýtingu á þessu það sem er undirliggjandi gagnagrunnum, það sem tryggir að gagnagrunnar vinni hratt. Það eru eins konar leitatré, svokölluð B-tré. Skoðum fyrst þessi 2-3 tré. Hugmyndin er svo að í staðinn fyrir að við séum bara með 1 lykil og 2 börn í hverjum hnút, að þá séum við 2 lykla hugsanlega, 1 til 2 lykla og 2 til 3 börn. Þannig að hver hnútur getur haft 2 til 3 börn. Þess vegna er þetta kallað 2-3 tré. Og þá er reglan svo sama á áður, það er að segja til þess að fylgja eftir lyklanum í réttri röð, að þá fylgjum við í þessum in-order traversal, en það þýðir það að ef við rekumst á þennan hnút hérna með 2 gildi, þá byrjum við að fara í barnið sem er lengst til hægri, tökum síðan þennan hnút, hvað er nú penni minn? Einhvers staðar aftan hann var hérna. Förum fyrst í barnið til vinstri, tökum síðan fyrsta hnútinn, tökum síðan barnið í miðjunni, síðan annað gildið í hnútnum og síðan síðasta barnið. Og þá fylgir þetta réttur röð. Sem þýðir að þessi 2 lyklar sem eru hérna í hnútnum verða að skilja að annars vegar fyrsta og annað barnið og hins vegar annað og þriðja barnið. Þannig þeir eru þarna í miðjunni. Þannig að ef maður fylgir þessu röð, þá fáum við lyklana í réttri röð. Nú, hugmyndin er svo að við höldum trénu í jafnvægi. Þannig að þegar við bætum við hnútum, þá hækkar ekki hæðin á trénu. Hæðin helst alltaf óbreytt öldur, sko. Öll laufin er á neðsta laginu, sama dýpt frá rótinni. Kalla þetta perfect balance, fullkomið jafnvægi. Allir eru jafndjúpt í trénu. Og það þýðir að þá höfum við svona ákveðna tryggingu á kostnaðinum, vegna þess að það er alltaf sama hæð, alltaf sama lengd á leið til þess að komast niður í lauf, sem eru þá kostnaðin við tíma sem það tekur.
Tökum hérna dæmi, við ætlum að leita hnútum H. Þá byrjum við H-ið hérna saman við rótina. Við sjáum að það vinstra megin við rótina. Það bara einn lykill í rótinni, við byrjum bara saman hann. Þá förum við sem sagt vinstra megin, vinstra barnið. Nú byrjum við þetta H saman við þessa 2 lykla og finnum út að H-ið hérna í miðjunni. Það þýðir að við þurfum að þá fara í miðbarnið og þar finnum við gildið H. Þannig að leitin rauninni svo samskonar eins og við tvílitatrjám, nema við þurfum að bera saman við nokkuð mismunandi gildi og velja hvaða barnið förum í út frá því. Nú, síðan ætlum við að búa til net. Skoðum kannski bara að demo það á þessu hérna á vefsíðunni. Alx síðunni. Tvö, þrjú, tré. Það tekur smá tíma. Þannig að við leita H-inu, finnum að H er hann í miðjunni, þess vegna förum við í miðbarnið. Nú erum við að leita B, förum vinstra megin, það lengst til vinstri, en það í milli A og C. Nú erum við að setja innstak. Fyrst finnum við hvar það á að fara og síðan setjum við það lauf sem það á heima þar. Seta, það á heima þarna, þá setjum við seta, en nú þú komið á marga hnúta með mörg gildi þannig að við splittum honum upp og færum gildið upp í foreldrið. Bætum við elli, nú hann stór, þá verðum við að bæta við elli þarna, hann líka stór, það þýðir þá splittum við þessum upp og þar maður hækkar hæðin á trénu. Þetta eina skipti sem maður hækkar. Hérna sjáum dæmi þegar við bætum við hnútum, bætum við 3. hnútum, þá verður hann of feitur hnútur. Þá er hann komið með 3 nóðutré, bætum við R í þetta lauf, bætum við C, það kemst í þetta lauf, bætum við H, það ætti þá að fara í þennan, hann verður of feitur, miðgildið flýtur upp að við. Þetta í lagi, bætum við P, það kemst þarna fyrir og næsta stak sem við bætum við, það sprengir skalan. Þannig að bæði verður að splitta þessum og splitta rótinni og það þær með starra tré, harra tré. Skoðum hérna útskýringarna á þessu insert. Afsakið. Við leitum að staðsetningu og hvert gildið á að fara. Eins og hérna. Við erum með gildi G, við leitum hvert það ætti að fara, þannig að við leitum í trénu, það minna en L, það stærra en E, þannig að það ætti þá að fara í þennan hnút hérna. Þannig hnútin með H-inu, og vegna þess að það bara eitt stakar fyrir, þá er pláss fyrir annar stak. Þannig að þá breytist bara þessi hnútur úr því að hafa 2 börn í að hafa 3 börn, hafa 1 gildi yfir í 2 gildi. Þetta er auðvelda tilfelli. Ef síðan við lendum á laufi sem inniheldur þegar 2 stök, þá byrjum við að setja þar, en þá erum við þar með komin með hnút sem inniheldur 3 stök sem er of mikið og hugmyndin er að þá splittum við því upp. Þannig að við tökum miðgildið sem er x-ið og færum það, flytjum það upp í foreldrið. Þannig að þá fáum við þetta gildi hérna til hliðina, við hliðina. Og þá er þetta komið í lag. Og ef hins vegar sá hnútur væri stór, þá getum við þurft að splitta honum líka upp. Og þá færist miðgildið þar upp í foreldrið þess. Og þetta getur haldið áfram svona alla leiðina, upp í rótina. Ef við endum að þau þurfum að splitta rótinu upp, þá hækkar hæðin á trénu um einn. Það er eina skipti sem tréð hækkar hæð og vegna þess að bara rótin sem splittast, sem hækkar hæðina, þar með breytist
verða öll laufin alltaf að sömu hæð eða dýpt? Spurningar? Já. Í til dæmis þessu hvað myndi gerast ef maður myndi bæta myndi gera greina einsætta eins og B? Ef það er einsætta B, já, ok, hvað myndi gerast? Hvað haldið þið? Fyrir ekki það? Já. Akkurat. Byrjaðu að fara hérna í þetta lauf með AC. Þar verður það of mikið, þannig að B sjálft færist á upp á við, af því að það er miðgildið, og B bætist á inn í þennan hnút hérna, BE. A síðan splittast upp í 2 hnúta, þannig að þetta undirtrið hérna verður þá á þessu formi hérna, við erum með hnútum BE, og hann er með 3 börn, það er að segja A, C og H. Ok. Þið virðist virkið rosalega. Ef að lauf sprengir upp í, þú ert sprengja 4 hnúta lauf, þá splittar í fleiri hnúts. Já, splittar því upp. Þetta er eiginlega allur galdurinn. Það er bara þetta. Hvernig förum að því að setja inn hnútinn. Það ætti að vera mjög augljóst að sjá hvernig við leitum að gildum. Það er svona smá útvikun, en þetta með að setja inn gildi og þurfa að splitta þeim upp. Og svo fer maður kannski hugsa okkur, hvernig fer maður eiginlega að geyma þetta og svo framvegis. Býðum aðeins með það, en hugmyndin allavega ætti að verða sæmilega ljós eftir ekki ómikla vinnu. Þannig að málið er að þegar við lendum með svona hnút, það er að segja 4 hnút eins og það kalla það, hnút með 3 gildum og þessna 4 börn, að þá getum við séð að við getum lagfært þennan hnút og rauninni ýtt vandamálinu upp á við. Eins og hérna séð færist upp á við og hnútarnir B og D og allt sem eru undir þeim er þá komið í lag. En vandamála komið herra upp. Þá getum við fylgt þessir sömu aðferð til þess að lagfæra vandamála alla leiðir upp. Og við sjáum líka að þetta hefur engin áhrif af þessu önnur hlutri eins og það sem er hér eða það sem er hér. Það hefur bara áhrif á þessa 2 hnúta í rauninni. Það er að segja þennan hnút BCD og hinn hnútin AE. Það sem við getum tekið er að þetta uppfyllir ákveðna fastærðingar, invarianta. Það er að segja að þetta er þessi perfect balance, að öll lauf eru að sömu dýpt og þetta uppfyllir það að við höldum hnútanum alltaf í réttri röð. Hérna sjáum við mismunandi tilfelli sem geta komið upp. Við erum með rót sem getur þurft að splittast upp í hérna þessi 3 gildi. Við erum með 4 hnút sem, þar sem að foreldrið er bara 2 hnútur, þá stoppar það þar vegna þess að miðgildið B færist upp og við fáum þá 3 hnútar. Og sama ef það er hægra megin, þá færist upp að við. Ef hins vegar við erum með 4 hnút og foreldrið þessi 3 hnútur, þá heldur vandamála svona áfram. Hérna sjáum við mismunandi tilfelli eftir því hvar þessi 4 hnútur er miðað við aðra hnúta önnur gildi þarna í foreldrinu. Þetta hefur það áhrif að þetta er alveg lykilatriði varðandi skilvirknina að það sé þessi fullkomlega balans á trénu. Alla leiðir frá rót niður á laufi hafa sömu lengd. Hvað getum við þá sagt hæðin á trénu sem fall af, ekki hnútunum heldur fall af þeim gildum sem er í trénu? Látum n verið fullt í gilda.
hversu mikið getur verið, hversu lítið getur verið. Þið munið að ef við erum bara með 2 hnúta, það er að segja venjulegt BST og það er fullkomið, það er að segja fullkomin balans, hvað er þá hæðin í hlutfalli við fjölda hnúta sem falla fjölda hnúta? Þetta er að kunna í svefni. Log n. Eiginlega alveg nákvæmlega log n, akkurat. Þannig ef það eru bara 2 hnútar, þá væri þetta hæðin log n. En ef við erum nú komið svona 3 hnúta, hvað áhrifi hefur það á hæðina versus fjölda gilda? Log 3 mjög gott. Þannig ef allir hnútarnir væru 3 hnútar, þá væri með eins konar fullkomið three-way tré, þar sem að hver innri nóta hefur 3 börn. Og þá er akkurat hæðin í því tré, log n, með grunntölu 3. Er það minna eða stærra heldur en log n? Það er minna. Log n með grunntölu 3 er hvaða gildið er það t, þannig að 3 veldin t sem jafnt á n. Og það er minna gildið svo þar til þess heldur en að 2 veldin t er jafnt á n. Þannig að rauninni gerir þetta hæðina betri. Hún er ekki verri heldur en, hún getur hugsanlega orðið betri og eins og að segja hérna, í versta tilfelli verður þetta log n með grunntölu 2. Í besta tilfelli verður þetta log með grunntölu 3 sem er um 0,63 sinnum log n. Og það þýðir það, við erum það að koma með garantí, tryggingu að tímaflækjan verður alltaf log n. Við þurfum að, þetta verður auðvelt að sannreyna varðandi leitun, vegna þess að við þurfum bara að leita niður í laufið. Hvað með insert, hver er kostnaðurinn við það? Við þurfum að leita niður, svo þurfum við hugsanlega að splitta hnútum. Hvað getum við þurft að splitta mörgum hnútum? Á hverju? Hvenær gerist það? Alveg upp í rótina, já. Við getum byrjað í laufi og þurfum að splitta alla leið upp í rótina. Og það er þá hæðin á trénu sem er fjöldi þessara splittana sem við framkvæmum. En það er þá í réttu hlutfalli log n. Þannig að þetta er akkurat það sem við leitum eftir. Logarithmisk tímaflækja. Voilà. Málið leyst. Eða hvað? Hvað er eftir að gera? Já, það er eftir að gera remove. Við ætlum reyndar að sleppa því að fara í það. Það má gera á álíka hátt eins og við gerum með tvíleitatré, þessi Hibbard deletion. Þá þarf að það flækir dálítið málin. Það flækir málin. Og við förum ekkert í það í þessu námskeiði. Það er bara flóknara. Nei, í viðbót við þetta, við erum komið með þessa hugmynd, en við þurfum að útfæra það. Og í staðinn fyrir að útfæra þessi 2, 3 tré, þá ætlum við að kynna annars konar tré til sögunar, sem er eins konar leið til að útfæra þessi 2, 3 tré. Og til þess að brjóta þetta aðeins upp, svona reynsa hugan aðeins, þá er ég hérna með klósettmannin, hver er það? Sem það er hér, betur þekktur sem þessi hérna, Winston Churchill. Hann er einn af uppáhaldsmönnum mín varandi hér svona quote. Ég reyndar vissi það til hérna, Winston Churchill féll á Íslandi. Af einhverjum ástæðum er ég orðinn sko meðlimur í þetta á Facebook. Ég veit ekki hvernig það gerðist. Ég fæ alltaf allavega vikulega einhverja svona sögulegar tilvísanir eitthvað sem hann geti komið nálægt. En hann sagði margt sniðugt. Hann er nú þetta sem verið svona það sem að hann sagði til þess að ná fólki saman í stríðinu, sagði það mjög ábúðafullt. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills
We shall never surrender. En svo líka mjög margt sniðugt eftir hann eins og þessi hérna. The best argument against democracy is a 5-minute conversation with the average voter. Eða þessi. It's been said that democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried. It's always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see. Og svo þessi mjög góð. You have enemies? Good. That means you've stood up for something in your life. Something, sometime in your life. Okay, ná með þetta. Við erum komið með svona útfærslu sem uppfyllir það sem viljum, logga inn á allar aðgerðir. En við þurfum að útfæra þetta og það hægt að útfæra þetta, einfaldlega búa til nóður sem innihalda annarkvort 2 eða 3 stök. Þá þurfum að halda utan það og hvaða field maður sé að geima á hverjum tíma. En þetta verður dálítið flókið og leiðin sem yfirleitt notuð að nota önnur tré sem kallast rauð svört tré, red black tré. Þau eru eftir Gibas og Sedgwick, okkar Sedgwick, og svo útfærslan sem við ætlum að skoða hér frá eftir Sedgwick frá 2007 sem notar sérstaka takmarka nákvæmlega hvernig þau eiga að líta út. Hugmyndin svo að geima þessi 2-3 tré en geima þau eins og tvílitatré. Það að við erum bara með venjulega hnúta sem innihalda bara einn lykil. Þessi stað erum við með svona lím á milli hnútana. Það að við merkjum leggina í trénu sem annarkvort rauða eða svarta. Og rauður leggur þýðir rauninni að þetta séu 2 hnútar sem eiga heima í sama þrínút í 2-3 trén. Það er hugmyndin. Okay. Þannig að 2-3 tré sem lítur svona út með nóðurnar A, B og síðan þessi 3 mismunandi hluttré myndi þá vera sett upp á þennan hátt hérna. Þannig að við erum með B hérna sem rót, vinstra barnið þessar A og það rauður leggur á milli þeirra sem tengir það saman eins og þeir eigi heima saman og síðan þessi 3 mismunandi hluttré sem hindar. Og þetta alltaf sönd. Og það sé left leaning, það þýðir að leita til vinstri, það þýðir að rauði leggurinn er alltaf í vinstra barn. Þú ert aldrei með rauðan legg í hægra barn. Okay. Og það einfaldar kóðan dálítið. Og hérna þá annað dæmi, hérna þá flóknara tré og það myndi þá líta út nákvæmlega eins og þetta rautt svart tré. Þannig að til að mynda AC hérna, mynda þetta hluttré hér og EJ mynda þetta hluttré hér. Og þarna fáum við þá 3 börn með því að hafa runni út frá þessum 2 hnútum, þá eru þá 3 leggir í önnur börn. Og þá er það komið. Málið leyst, eða hvað? Við þurfum kannski aðeins að útfæra það. Hvað með laufin? Já, hvað með hæðina núna? Hvað getum við sagt hana? Nú höfum við þennan eiginleika akkur með fullkominn balans að hæðin er alltaf svo sama, en hæðin er greinilega ekki svo sama hér. Hvað erum við þá að uppfylla? Þetta er mjög góð spurning og það sem við tryggjum okkur hérna, ef við hugsum leggur hér samsvarar svörtum legg hérna, ekki rauðum legg. Þannig ef við teljum fyrir hverju leið frá rót niður í lauf fjölda svartra leggja, þá er hann alltaf svo sami. Við kallum það svört hæð á trénu. Og þá getum við tekið eftir, já, svarta hæðin er 2. Allar leiðir, ég fyrir ekki 3, nei, 2. Allar leiðir niður í lauf innihalda nákvæmlega 2 svarta leggi. 1, 2. Það geta hins vegar verið 0, 1 eða 2 rauðir leggir líka. En það þýðir það að hæðin á trénu er þá aldrei meiri 2-falt meira heldur en svarta hæðin vegna að þú getur aldrei verið með, og þetta er eftir að sýna fram á, getur aldrei verið með
2 rauða leggi hlið við hlið. Þannig að fjöldi rauða leggja á leiðinni aldrei meira heldur fjöldi svartra leggja. Fjöldi svartra leggja aldrei meira en lokan, þannig að heildarhæðin á trénu aldrei meira en 2 lokan. Þannig að við getum skilgreint þessi rauðsvertré þannig að þetta sé tvíleitatré, þannig að leggirnir eru litaðir, annarkvort rauðir eða svartir, og engin hnútur er með 2 rauða leggi sem er tengda við á. Alla leiðir frá rót niður að laufi hafa sama fjölda svartra leggja. Og hérna gerir það nákvæmar þannig að alla leiðir frá rót niður að núllling, það er að segja að þetta eru nulllingar hérna, að það fjöldi svartra leggja og þeirra leiðir alltaf svo sami. Við kallum þetta fullkomið svartan balans. Og síðan þessi nýja viðbót rauðir leggir liggja alltaf til vinstri. Þannig að þetta er skilgreiningin á þessum rauðsvertrém sem við vinnum með. Og þá getum við séð þessi venslallna tengingu yfir þau, og leiðin til þess að sjá þetta er rauninni þessi: við tökum svona rautt svertré, teiknum þessa rauðu leggi þannig að liggi lóðrétt, lárétt, næstu það saman. Þannig að þessi rauðu leggirnir séu láréttir, og þá getum við sameinað þessi rauðu leggi í einn hnút sem eru þessir 3 hnútur. Og þannig getum við séð að það er þess að kalla one-to-one correspondence, það er hérna gagntæk vörpun á milli rauð-svarta trjáa og 2-3 trjáa. Það er að segja, fyrir hvert 2-3 tré þá er nákvæmlega 1 og aðeins 1 rauð-svart tré. Og fyrir hvert rauð-svart tré þá er 1 og nákvæmlega 1 samsvarandi 2-3 tré. Sem er mjög sniðugt. Þannig að þá er þetta runni sami hluturinn bara útfærður á annan hátt. Og þetta gerir útfærsluna auðveldari. Það er það sem við þurfum að fara að reyna að kynna okkur, hvernig förum við að framkvæma þetta. Hérna er dæmi til dæmis leitun. Og þetta er kannski að sniðuga vegna þess að leitunin er nákvæmlega svo sama. Hún er ekki bara aðeins nokkurn veginn svo sama, hún er nákvæmlega svo sama í þessu tré. Við þurfum ekki einu svona að skoða litina á þessum leggjum. Við bara fylgjum eftir leggjunum samkvæmt þessari röð í tvíleitatrjám. Þannig að þetta er nákvæmlega sama nema að við fáum betri skilvirkni vegna þess að við erum með þennan balans á trénu. Þetta er nákvæmlega sama kóðin. Og margar aðrar aðgerðir, jafnvel flestar aðgerðir, eru líka nákvæmlega eins. Ef við erum að leita til dæmis að flúorgildið eða finna öll stöku ákveðinu svæði sem uppfylla eitthvað ákveðið, þá er þau eins. Það sem er öðruvísi, það er hérna innsetningin. Það er það sem við þurfum að leggja okkur aðeins eftir. Nú komum við að kóðanum. Það sem við þurfum að hafa, er að bæta við einu sviði í nóðuna sem er liturinn á leggnum. Þetta er leggurinn í foreldrið. Þannig að þessi hnútur hérna, hann geymir litin R fyrir rauðan fyrir þennan legg hér. Kosturinn við að láta barnið vísa í það er að barnið hefur þá veit hvað gildið og foreldri veit líka gildið vegna þess að það getur spurt barnið hvað er liturinn á leggnum. Ef við geymdum þetta í hnútnum og þannig að vísa bara niður við, þá getur ekki fundið á auðvöldan hátt hvað er liturinn upp á við. Og til þess þá notum við sem sagt, lítum að litin sem rauninni búlianbreytu, það er annað 0 eða 1 og þá getum við táknað að rauður litur sé þá satt og svartur litur sé ósatt. Og notum við hjálpastef hérna, er rauð, er nóða rauð, það þýðir rauninni að nóða sé rauð þýðir rauninni að þetta sé rauður leggur úr foreldrinu í þennan nóðu, þessum nóðu. Þá bara skiljum við tilbaka í þessu gildi. Ok, stoppið með af ef ég fer á hratt. Eitthvað sem ég útskýra? Já, akkurat.
sé hérna, þessi nóða sem hefur gildi sé að hún rauð, af því að leggurinn í foreldrið rauð. Og hvaða nóður hérna eru rauður? Það sé, ekki A, ekki D, ekki J, af því það svartur leggur, G hins vegar líka rauður. Hvað með H? Hann rauður eða ekki? Það enda taklegt atriði, en að því að við viljum tryggja það að það sé ekki, ef við lítum svo á að það sé leggur hérna, við viljum ekki hafa 2 rauða leggi hlið við hlið, en lítum svo á að rótin sé alltaf svört. Ok, nú komum við að takla atriðinu. Hvernig förum við útfæra þetta? Að því að vegna þess að þegar við setjum inn hnúta, þá þurfum við að halda þessum balans, þá getur hugsanlega þurft að færa hlutina aðeins 3. Og lykilaðferðin við þetta þessi snúningur. Snúningur á hnút. Það sem við viljum gera, við viljum taka tré sem lítur svona út, eða hluttré sem lítur svona út, og flippa því, þannig lítur svona út. Svona yfir í þetta. Þetta yfir í þetta. Ok? Þannig að við sjáum að þessi 2 hnútar, þegar við tengdum hérna saman með rauðurlegg, við viljum ekki að rauðurleggir liggi til hægri, þeir verða að liggja til vinstri. Við getum lagfært hann eða gera hann snúning. Hvað þýðir þessi snúningur? Jú, X-ið hérna, með gildið S, það færist upp í rótina, eða verður þá vinstra barn S-ins, og þetta hluttré sem hérna á milli þeirra, það færist yfir í að vera hluttré E. Takk eftir. Þannig að þetta hluttré núna orðið hægra hluttré E. Það sem var áður vinstra hluttré S. Hin hluttrén eru þau sömu. Og þetta uppfyllir þessi röðun vegna þess að, það sem breyttist var þessi innbyrðis röðun E og S, en þeir eru akkurat í sömu innorderröð, E kemur á undan S-inu, og þetta hluttré hér sem færðist til var áður vinstra barn S. Vinstra barn S þýðir að það eru þá gildi sem eru minni heldur en S. En ekki nóg með að þau voru minni en S, heldur voru þau hægra hluttré E sem þýðir að þau eru líka stærri en E. Þannig að öll þessi gildi eru þá á bilinu E og upp í S. Og með því að færa það hingað, þá eru áfram í hægra hluttré E og vinstra hluttré S. Þannig að þau eru ennþá á réttum stað. Og hvað þurfum við að gera til þess að útfæra þessa aðferð? Það eru þessar 6 línur sem eru hér. Ok, spám aðeins í það. Við fyrst notum þetta hjálpagildi hérna X, látum það vísa í þessa nóðu sem hægra megin við H. Okkur sem gefið hnúturinn H, H þessi rót hérna. Látum X vísa í þetta. Síðan ætlum við að láta þetta hérna benda núna á þetta hluttré. Þannig að þetta verður núna hægri barnið. Þannig að þessi linkur hérna hverfur. Hvað gerist næst? Við ætlum að láta X-ið benda, vinstra barn þess benda á E. Þannig að vinstra barnið hérna verður núna þetta hérna. Og svo þurfum við að lagfæra litina og þá fer það úr því að áður var það að S var rauður hnútur en nú verður það þannig að það H sem verður rauður hnútur. Þannig að við litum H hérna rauðan, en hvað gerist með S? Verður hann rauður eða svartur? Það fer eftir litnum á leggnum hérna úr H-inu í foreldra þess. Þannig að X erfir litin á H. Og að lokum, það má segja að við þurfum að lagfæra þennan legg hérna. Þannig að nú þarf foreldrið að benda á S. Hvernig förum við að lagfæra það? Þá þurfum við að hafa einhverju leið til þess að vísa í foreldrið sem við höfum ekki. Og þess vegna það að við vinnum með þetta sem endurkvæmt stef. Við skilum tilbaka þessu gildi hérna. Þannig að foreldrið þarf þá að
tryggja það að endurgera sitt gildi með þessum nýja hnút. Ok, spurningar. Þetta tekur tíma til að melta. Nei. Já. Góður punktur. Þannig að þetta ætti að vera örugglega svartur veggur. En nema hvað, við gætum verið í þeirri aðstöðu að við séum núna að reyna að laga tréð til og þess vegna það bara hluti af kerfinu að framkvæma þennan snúning. Þar sem við erum að gera ráð fyrir því að það getur líka komið til greina. Það mjög góður punktur. Og þetta lykilatriðin aðferðin og út frá þessu getum við gert allt sem við þurfum að gera. Já, Jón. Já. Já, akkurat. Nei, ekki nótafrit. Þetta bara vísun í þennan hnút, sko. Vegna þess að næsta aðgerð sem við gerum h.right jafnt og x.left. Þar með tínir þessi tilvísin í hnútin nema við höldum utan um hann. Nú, þetta lykilaðgerð að framkvæma þennan snúning, svo við nýtum hana á mismunandi vegu til þess að gera fleiri hluti. Og við erum með samsvarandi líka hægri snúning. Það tökum við hnút og snúum við alveg á sama vegu til hægri. Þannig að förum úr þessu yfir þetta hérna. Það er rauninni eins og að gera aðgerðina tilbaka aftur. Akkur ættum við vilja gera það. Nú er það left leaning og fer í vera right leaning. En það er bara tímabundið sem við viljum gera það. Þá komum við hlýja. 5 mínútur. Og þá sjáum við hvernig, já ok, 7 mínútur já, til að fá kaffi. Og þá sjáum við hvernig við útfærum hérna insertion með þessari rotate aðgerð. Get insert bara þegar það gerir það. Og insert þegar ekki. Nei, já, þetta er sko það putt hefur skilgreinst þannig að það eigi að breyta því gildi sem það til staðar. Þannig að þú getur ekki bara bætt inn í neitt á þess að setja það af. Þá komum við mörg annars væri þetta rosalega kostnaðarlega ef þú vissir að þetta væri það má segja að þessi óræðalisti séruleik var til bara aðgerðir
Ok, þannig að nú ætlum við að reyna að útfæra þetta insertion. Við þurfum 2 hjálparaðferðir til og ein kallast color flip. Það er að segja, við ætlum að það er einu leið til þess að splitta upp 4 hnút. Takk eftir, segjum svo að við séum með báðir leggirnir út frá ákveðin hnút séu rauðir. Það myndi þýða það að þetta væri það sem við kallum 4 hnút þarna í 2-3 trénu. Það væri 3 gildi sem væri í sama hnútnum. Hérna getum við lagfært þetta á snyrtilegan hátt með því að breyta þessu þannig að við fáum svona tré. Eina sem við breytum er bara litirnir. Þessi 2 rauðir leggir þessi rauða færast rauninu upp á við. Fer úr því að vera 2 rauðir leggir í börnin á börn þessa hnúts há yfir í að vera rauður leggur í foreldrið. Og takk eftir að þetta hefur viðheldur þeim invariantum sem við viljum uppfylla. Það er að segja að stökin sé í réttur röð, þetta breytir ekki laginu á trénu og það styður, þetta viðheldur líka þessari svörtu hæð, þessum svörta balans. Það er áfram bara fjöldi svartra leggja á leið niður í gegn, breytist ekki. Það bara fer úr því að vera svartur í foreldrinu og í það að vera svartur í börnin. Þannig að þetta er ótrúlega snyrtileg leið til þess að breyta svona, hvað við köllum með að séu 2 hnútar og hvað við köllum séu 3 hnútar og 4 hnútar og svo framvegis. Þannig að einu sem við þurfum að gera er bara að breyta ekki þessum gildum hérna. 3 gildum á litunum og hnútunum. Svo hafa við bætt inn hérna svona assert-skipinu, þið munið til þeim. Þetta er svona defensive programming til þess að tekka á því að þessi variantar sem eiga að vera réttir séu virkilega réttir. Þetta á bara nýtast
þegar að við vorum með svartan legg hérna í foreldrið, við erum með svartan legg rauðan í barnið og rauðan í hægra barnið líka. Ok? Þannig þetta er þetta color flip og núna ætlum við að nýta þessar aðgerðir, þessi rotate aðgerðir og color flip til þess að útfæra insertion. Tökum hérna sem dæmi. Hvað gerðum við þegar við ætlum að setja inn í 2, 3, 3? Þá fórum við niður í lauf og fundum réttan stað til þess að setja inn og settum það þar. Hvernig ætti þetta að líta út? Hvernig ætti þetta að líta út? Jú, C-ið ætti þá að verða í sama hnút eins og A-ið í 2, 3, 3. Það þýðir að þetta verður rauninni hægra barn A, gildið er jú stærra, og þetta verður sama hnút sem þýðir að leggurinn verður þá verður rauður og þá fáum við út þetta 3 hér. En nú er rauður leggur til hægri og til þess að uppfylla sig red leaning að þá þurfum við bara að gera snúning, vinstri snúning. Og þá erum við komið með þetta rauð svart 3 sem samsvarar þessu 2, 3, 3 sem við höfum fengið með innsetningunni. Þannig að svona útfærum við þetta ef við erum að setja inn í hnút sem endar í 2 hnút í 2, 3, 3. Og sjáum þetta aftur, sem sagt, við ætlum að setja inn hnút, finnum neðsta laufið, það sem það á við, eða finnum staðinn sem það á að fara inn. Og ef það fyrir inn vinstri megin, þá er það gott mál, setjum henni þar, litum legginn rauðan og að því hann er vinstri megin þá er þetta í réttum balans og allt í góðu lagi. Ef hann fyrir hins vegar hægra megin, þá þurfum við að framkvæma snúning til þess að gera þetta gildu 3 og gildum 3 hnút í 2, 3, 3. Já. Hvernig höldum við integrity gangi í svona skjá? Erum við að tjekka hvort að tréð verður vitlaust áður en að við insertum eða erum við að gera eftir? Þegar við insertum, þá uppfyllum við þessa invarianta sífellu. Allar aðgerðir sem við framkvæmum tryggjum það að það er hérna uppfyllið þessa 2 invarianta. Það sé að hnúturinn sé í röð og það sé þessi svartu balans. Og muniði þegar við vorum að skoða bæði color flip aðgerðina og rotate aðgerðinar, það er uppfylla báðar þessar invarianta. Þannig að svo lengi sem við beitum bara slíkum aðferðum, að þá erum við líka, hlutirnir í lagi. En svo með svona rætt tilfelli. Já. Þá komum við rauð hnút hægra megin. Já. Erum við þá að tjekka, ok, við erum að inserta díða hérna. Já. Akkurat. Eða erum við að inserta díða og svo tjekka hvort við séum með rauð hnút á þessum stað? Já, við gerum þetta sama tíma, sko. Það sem gæti farið úrskeiðis er akkurat þetta með að tréð sé ekki left leaning. Það sem gæti líka gert er að við fáum allt í einu 4 hnút og þá þurfum við að lagfæra hann. En við lagfærum það, en það eru það 2 hnútar sem geta farið úrskeiðis. Við höldum alltaf þessu svarta balans og hlutinu sé í réttri röð, en við þurfum að lagfæra 4 hnúta og lagfæra að þetta sé left leaning. Og við gerum það á sama tíma. Þannig að maður lítur sem svo á, já, við fyrst setjum við inn, lítum að legginn rauðan, og svo gerum við það lagfæringar sem þarf vera á. Þannig ef við setjum inn í 2 hnút, þá er einu lagfæringar sem getur þurft að gera snúning til vinstri. Ok. Skoðum hvað gerist með 3 hnút. Hvað er ég að gera? Já, ok. Þetta verður eiginlega, ok, þetta áttu nú bara að sýna hvernig við setjum inn í 3 sem inniheldur nákvæmlega 1 hnút. En hugmyndin er nákvæmlega svo sama, ef við setjum inn í 2 hnút, þá er þetta akkurat þetta, finnum staðinn þar maður setja það inn, setjum henni þar, litum legginu rauðan, framkvæmum síðan snúning ef þarf vera á, til vinstri.
til að viðhalda þessum left leaning eiginleika. Ok. Skoðum síðan flókna tilfelli. Segjum að við erum með tré sem með 2 hnúta. Þá hlýtur tréð að líta svona út. Það er að segja, það eru 2 hnútar sem tengdir með rauðum legg, þar sem að rauði leggurinn liggur til vinstri. Ok. Nú það eru nokkuð tilfelli eftir hvar það á við, hvar gildi fer inn. Segjum það fari inn hérna þessi stærra heldur B. Þá setjum við sinn stað og lítum legginn rauðan. Síðan fyrir með því að lagfæra. Nú, í þessu tilfelli, þá er mjög auðvelt að lagfæra þetta. Þessi tilfelli hérna lengst til vinstri. Það eina sem við þurfum að gera hér er bara að gera collar flip. Og þá erum við búin að umbreyta þessum 4 hnút yfir í 2 hnúta og við erum komið með 3 af meiri hæð, meiri svartri hæð. Svarta hæðin var 0, fer núna í 1. Ok, síðan eru 2 önnur tilfelli. Segjum að þessi minna heldur bæði hinn gildin. Og það þýðir það að þá fer gildi hérna lengst til vinstri. Nú erum við komið þá aðstæður að við erum með 2 rauða leggi sem tengjast B, annars væri í vinstarbarnið og hins væri í foreldrið. Þetta myndar líka 4 hnút. Á endanum viljum við komast í þessa aðstöðu að geta gert collar flip, en til þess þarfum við fyrst að framkvæma snúning. Það dugar hérna að framkvæma hægri snúning á B. Þannig að B verður núna rótin eða foreldri bæði A og C, og þá getum við gert collar flip. Og svo kemur 3. tilfellið, og þetta er flóknasta tilfellið. Ef við fáum stag sem í miðjunni, eins og sýnir fram hérna, C, A, B. Þá þurfum við að fyrsta lagfæra þannig við getum tekið fyrir tilfellum undan, síðan lagfæra það til við getum fengið fyrsta tilfellið og þá notum við collar flip. Það er að segja, við fyrst framkvæmum rotate left á A til að fá þessa rauðu leggi í beina línu, framkvæmum síðan rotate right á B og þá er B komið orðið foreldri A og C og rauðu leggirnir liggja út frá honum og þá getum við gert collar flip. Sem sagt, það eru 3 tilfelli og þetta er öll flækjan í þessum reikniti, þessari gagnagrind. Þannig að ef við skiljum þetta, þá er eiginlega komið langleiðina með þetta alls saman. Eftir því hvað við setjum það inn, þá þurfum við í einu tilfelli að gera collar flip, í öðru tilfelli þá þurfum við að gera 1 rotate og síðan collar flip, í 3. tilfelli þurfum við að gera 2 rotate og síðan collar flip. Já. Já. Er þetta sem sagt að allt recursive niður frá rótinni, svo þegar við erum á leiðinni aftur upp, þá erum við að tekka hvort það sé ekki allt í lagi? Já, þetta er nokkuð rétt hjá þér. Hérna erum við reyndar bara að sýna þetta í tré sem er með nákvæmlega 2 hnúta, en akkurat hugmyndin er akkurat þessu já, við setjum þetta inn á botnin og gerum það lagfæringar sem þar til að lagfæra þar. En takið eftir að því við gerum collar flip, þá þýðir það að vandamáli færist upp á við, hugsanlega. Þá þurfum við að raunni endurtaka hugsanlega það lagfæringar sem þörfar á alla leiðina upp í rót. Já. Akkurat, hárrétt. Við setjum inn á rétta stað, litum að rauðan, gerum síðan þar lagfæringar sem þörfar á til þess að A, losna við alla 4 hnúta og B, tryggja að þetta sé left leaning. Þannig að þetta er semst almenna tilfellið. Við setjum inn í 3 hnút neðst í trénu og þannig til dæmis í þessu tilfelli hérna, setjum hérna inn H, þá fáum við þessa 2 í röð, gerum þá rotate til þess að lenda í þessar aðstæði hér. Þá getum við gert collar flip og þá er þetta undir tré komið í lag, en þá er núna
leggurinn liggur hérna til hægri, vandamál komið upp í foreldrið, þannig við þurfum að lagfæra foreldrið og gerum það með því að gera rotate left á foreldrið. Þá þetta komið í lag. En hugsanlega geti þetta þurft að leysa þetta alla leiðina upp í rótina. Já. Erum við aldrei einstaklega svona? Nei. Þegar við setjum hnútinn inn, þá hann rauður. Síðan gerum það lagfæringar sem þörf á. Það tryggir það að við höldum alltaf þessari svörtu hæði sem við tölum um. Þannig að við þurfum að endurtaka þessi tilfelli eftir því sem við á. Hérna kemur annað dæmi, setjum hérna P inn í þetta tré, P verður hægra barn M, ok, þá eru komið með bæði börnin rauð, bæði börn M rauð, þannig að við þurfum að gera color flip. Við gerum það, en þá aftur komið með hérna 4 hnút, sem samanstendur af E, M og R. Þá þurfum við að gera þessar 3 aðgerðir sem við erum tilfellið 3 þarna, þegar við erum með svona zigzag og þá byrjum við að gera snúning, snúðum þessu yfir í EMR, gerum annar snúning, þannig að M fyrir ofan, getum þá gert color flip og þetta þá endanlega tréð. Og að því að við gerðum color flip á rótina, þá þýddi það að við erum komið með hærri svarta hæð. Við vorum með svarta hæði upp á 1 og við erum núna í lokin með svarta hæði upp á 2. Já. Tilfellinu hann niður í neðstu liðinni. Þarna M þá að hugsa bara hann, ok, M rauð og E rauð. Já, akkurat. M orðinn rauður og foreldrarnir rauður líka sem þýðir, það komið 4 hnútur, það að lagfæra. M rauður að því að leggurinn í foreldri rautt, E líka rauður að því að leggurinn í foreldri rautt. Rauður. Já, maður lítið á þannig. Já, akkurat. Já. Ok. Skoðum þetta demo sem þeir þarna með síðunni. Sjá hvort við fáum eitthvað út af því. Hvað er allir þetta sem megabæt? Ok, hvað? Tekur enga tíma. Hérna setjum við E. Ok, þetta auðvelt. Og ætlum við að setja A. Það kemur þá þarna. Hvað þurfum við að gera? Snúa. Og svo color flip. Ok. Þannig ætlum við að setja R, setjum við það réttan stað og það í góðu lagi. Setjum inn C. Hérna þurfum við að gera snúning til þess að lagfæra left líning. Setjum inn H. Þá þurfum við að snúa, þurfum við að gera color flip. Nú þarf vandamáli færist upp í E sem gerir snúning og dregur komið lag. Þetta með X, það dugar að gera 1 snúning. Þetta við M, hér dugar líka að gera 1 snúning. Þetta við P, color flip, þetta við, þá komið tilfellið 3, 2 snúninga og síðan color flip. Haldum áfram. Og svo framvegis. Ok. Þannig að þetta rauninni allt málið. Hérna síðan kóðinn sem framkvæmdi þetta. Takið eftir hvað þetta ótrúlega snyrtilegur kóði. Þetta nákvæmlega kóðinn úr BST, fyrir utan 3 línur. Öll þessi tilfelli sem að skoða hérna, endurkvæmt upp tréð, þetta útfært í 3 viðbóta línum. Okay. Bæði, eftir hvort það sem sagt 2 hnútur eða 3 hnútur eða hvort það liggur svona, hægra megin eða vinstra megin, zigzag og svo framvegis. Þannig að, hvað gerum við hérna? Við setjum hnútinn inn, og litum að rauðan.
Síðan þurfum við að tekka þessi 2 tilfelli. Við getum þurft að gera eina, getum þurft að gera 2 snúninga og getum þurft síðan að gera color flip í lokin. Við þurfum bara að tekka af síðan að þetta uppfylli það sem við erum að reyna að tryggja. Hvað segir þetta til dæmis? Ok, ef hægra barnið mitt rautt, þá þarf ég að gera rotate left til þess að laga það. En ég geri það bara ef vinstra barnið mitt ekki líka rautt. Vegna þess að ef vinstra barnið líka rautt, þá vil ég breyta sem að gera color flip. Ok, ef vinstra barnið mitt rautt og vinstra barn þess rautt, þá þessi tilfelli sem að hnútarnir réttir í röð og þá vil ég gera þennan snúning til hægri. En hvað með tilfelli 3? Akkur á það, og síðan endum við hérna á því að gera color flip, það að segja, ef bæði vinstra barnið og hægra barnið rauð, þá ger ég color flip. Hvað varð tilfelli 3? Það virðist sem við erum að missa af því hérna. Muniði, þegar að hlutunir svona zigzag eins og hérna, þannig há vinstri og síðan hægra megin, þá þurfum við fyrst að gera snúning þar til þess að fá þeir rétta línu og síðan að gera snúning til hægri til þess að geta síðan beitt color flipinu. Það virðist sem við missum af þessum hérna snúning. Jú, hvernig náðu þessi tilfelli hérna, þar sem við þurfum að gera 2 snúninga? Nei, sjáðu, þetta fyrra tilfelli á ekki við þar vegna þess að það ekki hægra barnið sem rautt, það vinstra barnið sem rautt. Þannig við erum ekki að framkvæma þennan snúning hérna. Hvaða önnur nóða? Sem sagt vinstra barn H. Já. Akkurat. Þetta lykil atriði. H hérna sér ekki þennan snúning hér. Það barnaðan sem sér snúningin. Það barnið sem framkvæmir þennan snúning til þess að tryggja að hann sé sem sagt left leaning. Þannig að þessi fyrsti snúning meðhaldlaður af barninu, það við hins vegar sem sjáum þennan seinni snúning til hægri og síðan color flipið ef það var. Ok, þetta nú allir kóðinn. Þetta allir tilfellin og við erum eiginlega bara búin. Allan með þetta lykilatriði. Hérna svona dæmi hvernig þetta getur litið út. Ef til dæmis sett inn í vaxandi röð, að þá fáum svona fullkomið tré sem allir hnútar þess tilfelli svartir. Ef það í lækkandi röð, líka allir hnútar svartir. Hérna þetta af handahófi og hérna sjáum við að hnútarnir sitt og hvað svartar og hvítir. Hæðin aðeins meiri, hámarkshæðin 10, meðan að lágmarkshæð, ef það verður fullkomið tré, verður það 7. Þannig að það innan 50% meira. Ok, einhverju spurningar fleiri með þessi rauðu svört tré? Viðbótar kvót hérna. Mörg svona sem svona, hvað kallar það? Motivational. Eins og þetta. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Eða, þetta kannski ávið suma hérna. Krefst hérna hugrekkis að standa upp og fara að tala, eða spyrja. En það líka krefst hugrekkis að sitja niður og þegja.
Pessimist, sá svartsýni sér vandamál í öllum aðstæðum. The opportunity, hvað opportunity í íslensku? Tækifæri. Sér vandamál í öllum tækifærum og þessi jákvæði sér tækifæri í öllum vandamálum. En þetta eitt uppáldið mitt. Saga verður mér hliðholl vegna þess að ég ætla að skrifa hana. Og svo þessi. Það víst sagt að einhver tímann hafa kona komið að honum og sagt við hann, einhver fína hefðarfrú sagt, Sir, you're drunk. Og hann svarði tilbaka, and you, madam, are ugly, but tomorrow I will be sober. Allavega, eins og ég sagði, niðurstaðan þessi, hæðin á rauðsvetturum mestarlega tvisvar logan, af hverju vegna þess að svarta hæðin mestarlega logan og það aldrei fleiri en einn rauður leggur milli tveggja svartra leggja. Þannig að það aldrei fleiri rauðir leggir heldur en svartir leggir á hverju leið. Þess vegna hámarkshæðin tvisvar logan. Og þeir segja að rauninni sé ef þetta handahófi í flestum tilvikum, þá rauninni hæðin miklu nærði að vera einn sinnum logan. Þannig að við erum komið þá með þessar aðstæður. Rauðsvörtré, þar erum með tvisvar logan fjölda aðgerða til þess að framkvæma þessar lykilaðgerðir. Í versta tilfelli, í meðaltilfelli það bara með þess að einu sinnum logan. Nú, hérna taka það smá dæmi, sögu þetta. Af hverju ætli þetta heitir rauðsvertré? Og þetta kemur nú úr hérna þessum stað, þessum sögufræga stað, Palo Alto Research Center sem Xerox ljósritunarfyrirtæki stóð fyrir, þar sem við uppgötvuðu eða hönnuðu til og með fyrstu myndrænu notandaviðmáttin. Þeir þróuðu bitmapped display, Smalltalk, Ethernet, ótrúlega margt. Og eitt af því sem þróuð var hérna lazy prentun. Og þeim það var svo flott að geta nú allt í ennum prenta út greinarnar í lit. Þannig að þeir ákveða að hafa þetta, allavega voru komið rauða litin, þess vegna kallar þetta rauða og svarta lit, svarta leggi. Í lokin ætla ég að sýna okkur hérna af þessum B-trém. Þetta semst ekki efni til prófs eða neitt, heldur bara svona viðbótar efni. Og þetta merkilegt vegna þess að þetta grunnurinn að svona skráarkerfum eða gagnagrunnum. Gagnagrunnar nýta sér það að þeir eru með svona skráarkerfi og í skráarkerfum þá ertu með geymirðu gögnin í svona blokkum. Blokk sem sagt einhver K af minni sem eru samlengjandi og við vísum í heila blokkir. Við vísum ekki bara eitt stak, við vísum heila blokkir. Hver ástæðan fyrir því? Akkur skráarkerfi í svona blokkum, ekki bara í stökum orðum. Já, akkurat. Þú vilt fá mikið, hversin þú sækir þá viltu fá góðan slatta, af hverju? Það dýrt að sækja, já, en það eitthvað ódýrara að sækja mikið heldur en að sækja lítið? Þetta akkurat punkturinn. Það dýrt að sækja, sérstaklega að koma á disk. Það ótrúlega dýrt. Það svo ótrúlega munur á milli þess að sækja minni og að sækja á disk. Við erum að tala faktor milljón eða billjón. Milljarð. Sem þýðir það að ef þú ert að fara að sækja eitthvað, málið það að þegar þú sækir á disk, þá dýrt að komast á staðinn það sem en það ódýrt að lesa heilan slatta. Og þess vegna vilt ekki bara vera að lesa eitt orð í einu, þú vilt lesa dágóðan slatti hver skipti. Þess vegna brjótum við upp í þessar síður eða pages eða þessar blokkir til þess að meðaltali dreifist þetta vel út.
Þannig að þú vilt, þegar þú með svona kerfi, þar sem að gögnin eru geymd á disk, þá viltu lágmarka fjölda þess að kalla próba. Það er að segja hversu margar blokkir sækir þessu. Og það er hugmyndin með þessu B-trjám. Við, í staðinn fyrir að vera með, sem er eins konar 2-3 tré, að segja, eða rauðsvört, er 2-3, nema að í staðinn fyrir þessi 2-3, þá er það meira eins og 1000 til 2000 tré. Þannig að þú ert með hverju nóðu ertu með 1000 gildi. Af hverju? Vegna þess að þú vilt hafa eins mörg gildi eins og þú kemur fyrir í einni blokk. Því þegar þú ert að leita í gegnum tréð, þá viltu sækja eins sjaldan eins og þörf er á, eins og mögulegt er. Þannig að þú vilt að hæðin hérna niður sé eins lítið eins og mögulegt er. Það er í lagi að þegar þú sækir þá sækir þú dágóða slatta. Þess vegna hefur nóðurnar svona stórar. Það þýðir að þetta eru 2-3, í staðinn fyrir þessi 2-3, að þá núna geta blokkirnar verið, eða nóðurnar verið sko alveg upp í 1000, en kannski alveg niður í 500. Og þetta er rauninni pointið með þessu, út á þetta ganga þér. Þannig að á endanum, að þá endar í einhverjum nóðu sem segir þið síðan hvar eru gögnin síðan staðsett á disknum. Og ef þú ert heppinn, þá getur þú geymt þú geymir alltaf þessar rótnóðu hérna í minni og ef þú ert heppinn, ef skyndiminnið geymir þá vonandi þær síður sem þú ert að vísa í, þær blokkir og það er leið hérna niður. Og þannig getur við vinna með stóran gagnagrunn, mjög stóran, og leitað í honum á þess að nota nema örfáa próba til þess að finna það á disknum. Er þetta sniðugt? Þannig að þegar þið nota gagnagrunna, þá er það að nota eitthvað á þessu formi. Nú það sem við þurfum að gera er að þegar við til dæmis erum að lagfæra, þá þurfum að splitta upp og splitta upp er þá aðeins flóknara aðferð vegna þess að við í staðinn fyrir að við séum með við erum skiptuð upp svona til helminga. Ef við erum komið með ómargar, þá þurfum við að fara að gera meiri tilfærslur til þess að lagfæra þetta. Og í praxis þá endar aldrei með meira heldur 4 próba vegna þess að ef þú ert með 1000 tré, takk eftir, þá er það branching faktor 1000 sem þýðir að eftir 2 hopp þá ert komið niður í milljón. Eftir 3 hopp ert nú komið niður í miljard. Og þú ferð aldrei lengra heldur niður í 4. Og þetta er það sem er nýtt. Þessi BT eru notuð í skráarkerfi ýmiss konar, í Windows, Macintosh, Linux og í þessum helstu gagnagrunnum nota einhverjar útgáfur af þessum B-trjám. Rauðsvört tré eru síðan notuð til þess að útfæra simpletöflur. Þegar þið hafa notað til dæmis Trimap í Java, þá er það rauðsvört tré. Það er líka í C++ standard template library og síðan í ýmsum öðrum kerfum. Ok. Þetta er allt sem ég ætla að segja um þetta. Nú, ég ætla síðan rétt aðeins að minnast hérna á þessa spennandi vinsældakosningu sem var hérna daginn. Og svona stikla á lykilatriðum sem komu fram kannski oftar en bara einu sinni eða tvisvar. Fyrsta lagi, þá er ég mörguleitum ánægður. Það eru margir ánægðir, almennt talað, fleiri en áður. Ég er ennþá ekki ánægður með að það sé ekki allir mjög ánægðir, en við gerum okkar besta.
Nú almennt talað það voru mjög marga góðar athugasemdir, bæði góðar því leyti það voru engar hræðilega slæmar, ekkert svona fly-by-night shooting, eins og það kallaða. Og það sem voru kannski til lagfæringa, þá dró ég saman allavega kannski 3 atriði. Þriðja algengasta var eitthvað að biðja meiri sýnidæmi. Nú veit ég ekki alveg hvað það nákvæmlega ætti að eiga við. Sumir vildi sjá meiri kóðaði tíma. Ég finna ekki alveg hvernig það passar inn í námskeið þessu. Við erum ekki að gera sömu hluti, þetta er ekki forritunarnámskeið eins og forritun og gagnarskipun var. En ef ég ætti að sýna meiri sýnidæmi, þá kannski gæti það verið sniðugt. Ég þarf aðeins að átta mig á hvað, ef ég geti sagt mér hvernig meiri sýnidæmi, á hvaða formi, já. Tímaflækjuna, já. Já. Meinirðu hvernig við reiknum tímaflækju? Ok. Þá skulum bara vanda okkur aðeins meira með það þegar við erum að finna tímaflækjuna. Eða kannski skoðum síðan seinna þegar við förum yfir í lokinu. Þá getum við tekið meira dæmi að því. Flott. Nú alveg algengasta sem var töröld algengt, það verið mikið álag. Það ekki mitt markmið að þetta eigi að vera rosalega erfitt og tímafrekt námskeið. Ég vil að þið lærið virkilega mikilvæga hluti út úr þessu. Ef þetta orðið of mikið, þá þarf maður náttúrulega að hugsa sem gang. Og það eitthvað sem við þurfum að halda áfram að skoða. Og kannski tengist þessu númer 1, óljósar verkefnalýsingar. Ég tek það algjörlega á mig að skilaverkefni númer 1 var ekki eins vel eins og það ætti að vera. Bæði greinilega var það of óljóst, tók mikinn tíma fyrir marga að lesa sig gegnum hvað það sem ætti að gera og sennilega var það líka, mjög líklega var það of tímafrekt. Það ekki mitt markmið þetta ég taka alla ykkar tíma í að leysa verkefni hinn námskeiðinu. Og ég get ekki tekið það tilbaka aftur, þannig að ég myndi og hyggst gera verkefni aðeins öðruvísi næst. Þetta eina verkefni sem ég hef smíðað frá grunni og ég kannski ekki að hugsa hlutin alveg rétt. Ég myndi sennilega klippa út síðasta hlutin úr verkefninu. En síðan þetta með varandi að skýra verkefnisýningar. Ég hef hugsað með mér að það ætti að vera nóg að hafa nákvæman texta, þess að útskýri orðum hvað sem menn að gera. En það getur verið að ég sé kannski aðeins að ofmeta hvað þið auðvelt með að lesa slíka texta. Og þess vegna sé ég þeir ætti sannilega að hugsa minn gang og bæta við meiri útskýringum. Taka meiri kannski sýnidæmi það sem það á að gera. Ég myndi halda að þetta ætti ekki við önnur verkefni sem eru hérna, allavega ekki hinn skilaverkefnin. Já. Sjálfur þá finnst mér mjög þægilegt að sjá eins og þessa litlu búta hana sem gera eins og tillögur með hvernig maður á að byrja. Hvað séu litlu búta? Litlu búta hana sem að talaðu hvar og hvernig maður getur byrjað á verkefninu. Já, akkurat, já. Já, ég byrjaði nú að því núna þarna fyrir þetta verkefni en ég held að ég þyrfti að reyna að útskýra það aðeins kannski með dæmum eða aðeins ítarlegar nákvæmlega hvað það sem menn eiga að fara að gera. Já. Eins og ég segi, þetta eru ágætis athugasemdir og verða skoðar vandlega og aðalega ætti það að snúa að því hvernig við skilgum þessi verkefni og þetta, ég sé ekki fram að þetta eigi að geta verið vandamál hérna í seinni verkefnum. Verkefni skilverkefni 3 sem verður þá síðast skilverkefni verður sett fyrir núna á morgun og þá eftir 2 vikur verður þá búin með skilverkefni þannig að það vonandi hjálpar ykkur að það sé engin skilverkefni síðustu 3 vikunum. Ok, eitthvað sem vilja koma framfæri hérna meira viðbútt?
allavega, ég var glaður með að sjá góðar athugasemdir, þakka fyrir góð orð. Þannig að, takk fyrir í dag.